alveg hvernig við Björn Bragi rúllum. Kallar á kamerakrá og gellingar á rúllum, en svona rúllar í Rottweiler hundum. Þetta lagið Þú veist, klukkan orðin 4 hér á þessum mánudegi. Og Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr Björn Bragi eins og alla mánudaga. Vertu velkominn, Björsi. Takk. Þú veist hvernig ég rúlla. Já. Ég rúlla hérna inn á mánudagum. Það er hárrétt þér. Ekki á kamerakrá samt eða? Nei, bara á súlum. Já, rennir hérna inn. Og já, hvernig ertu eftir helgina, Björsi? Ertu ferskur þennan mánudaginn, 29. júlí? Já, nú er ég ferskur. Já. 29. 29. júlí í dag, maður. Ó, djöfull líður þetta, maður. Já, það er að koma ágúst. Það er náttúrulega verslunarhelgi næstu helgi. Já, Ég held að það ekki farið fram hjá neinum. Þjóðhátíð að detta inn. Já. En ættir þá ekki frekar að spila Þú veist Hvað ég meina mær. Jú, það er reyndar alveg mjög huggulegt lag. Já. Sem er mikið spilað í eigum. Það er eitt af þessum lögum, þar sem að allir kunna viðlagið. Já. Þú veist En ég kann ekkert meira í laginu samt, sko. Já, ég veit ekki eins og hvað hann segir eftir. Freisting Hvað er góð og kennum. En hérna, hvað er báls þjóðatíðalagið? Það er bara þetta lag, sko. Er það þetta? Já. Það er ömulegt að segja lífið er yndislegt. Ég held að uppáhalds þjóðatíðalagið mitt sé sem var í fyrra. Mér finnst það mjög flott með Svessaðin. Þú ert líka hlutdrægur. Ég veit það. Og býrð með Svessa. Viðurkenna. Já, reyndar að segja nú lítið, það skiptir ekki máli. Talandi Svessa samt, þá er hann einmitt hluti af þættinum í dag sem að það hefnast mjög skemmtilega. Það er búið að benda mér á það í fyrsta sinn í sögu FM 95 Blöð og bara FM 957. Þá get ég tekið núna upp símat á gemsan minn. Já. Sem að er veistla fyrir þennan þátt, trúið mér, því að þá sér viðkomandi ekki bara númer fyrirtækisins, heldur sér hann bara gemsanúmerið mitt í hringi og þannig náði ég Svessa fyrr í dag. Því að það var gólmót FM 957 síðasta laugardag og já, Svessin fekk sér einum til 2 bjórum og mikið á mótinu. Er það? Það var alveg æðislegt, ekki það að hann er, já, á í engum erfiðleikum með áfengi. Svolítið samt. Og er svona með þurrari vinum mínum. Ég held að, já, ég sjálfur ætti nú frekar að kannski að fara að huga að drikkjunni en hann fekk sér nokkra þarna og já, ég er nú ekki að segja hann að orðið sitt í skammar en það var mjög fyndið. Já. Var svona orðin meira tipsi en aðrir á mótinu og ég hringdi einmitt í hann í dag og fóð svona að spurja hann út í það en úr gemsanúmerinu mínu, þannig að þið heyrið það hér á eftir, mjög skemmtilegt. En hvernig var annars mótið? Gólmótið, Já. stórkostlegt. Það var gott viður. Geggja viður, 17 stæði hiti bara á logn og hrikalega gaman. Já. Þetta er En getur eitthvað í gólfi? Ég elska að fara í svona mót, þetta er náttúrulega svona Texas Scramble. Já, þannig að þú getur haft einhvern annan með þér. Já, þá verður ekki að pirra því ef að makkariðin er að spila vel, það sem er líka mjög gaman ef hann klikkar og þú veist það verður að nýta skotin þín, sko. Já. Þannig að þetta er fyrir þá sem eru svona lala í golfi eins og ég, þá er að gera að henda sér í Texas Scramble, sko. Er þetta ekki svolítið svona sem þú komist í gegnum lífið? Þú ert svona la og það er alltaf einhver miklu betri sem að teimir þig í gegn. Já, það er hárrétt þér. Þannig ætla ég að hafa líka allt mitt líf. Ég þetta bý einn en annars gengur það. En þetta er íbúðin í rugli. En við erum með, já, kósí þátt í dag. Já. Það er kósí mánudagur, þetta gerum við einu sinni í mánuði við Bjössi, þá spilum við bara svona róleg og þægileg mánudagslög. Er ég með eitt óskalag? Og hvaða lag? Það er hérna Enya. Enya? Já. Ok, við skrifum hérna niður. Já, það er þetta mjög flott og ef þið eru með eitthvað óskalög þá endilega farið inn á Twitterinn hjá með Rauði B og komið með eitthvað skemmtilegt. En við ætlum að byrja þannig kósí mánudag á Ríhönnu. Kósí mánudegi hjá okkur Bjössa, ég er í FM 95 Blöð. Þetta er eiginlega uppáhaldslægið mitt með Ríhönnu. Þetta er ógeðslega flott lag. Já. Og með þess að landsinni er það núna. En það er hins vegar komið að slúðri hér hjá okkur. Strákanum í FM 95 Blöð. You got the boy. Það byrja slúðrið á Kris Jenner, veistu hver það er? Já, veitu. Hver er það? Er það hérna, stjúbróðir Kim Kardashian? Nei, það er mamma hennar. Ó. Það er mamma Kris, það er hérna... Heitir hún Kris? Já, Kris Jenner. Og er mamma Kim Kardashian, en hún er núna búin að gefa það út. Hún er náttúrulega orðin amma og var orðin það fyrir einhverjum 2-3 árum. Amma skrattans. Já, en hún vill alls ekki láta kalla sig ömmu. Nei. Og það er víst bannað í kringum hann. Já. Og hún svarar ekki þegar að, hvað er amma? Ég veit ekki, en hún hlýtur nú að svara þegar barnabörnin fara að kalla hann ömmu, fjandinn hafi það. Er hún hrædd við að eldast? Já, hefur séðast að þetta? Nei. Hún er svona, hún er frekja, sko. Finnst hún ennþá skvísa og ég held að ekki það, þetta er alveg huguleg kona en hún virðist eitthvað hrædd við ellina og vill alls ekki láta kalla sig ömmu. Ég ætla samt að rétt að vona að barnabörnin fá að kalla hana. Ég held þetta gæti nú reynda verið bara eitthvað svona grín og hún vil líka að dætur sína sig að kalla sig ömmu. Já.
Hún svona skvísað utan en alveg tóma innan. Já, en hún samt dugleg, hún búin að... Eins og Davíð Stefánsson orti, útlitið sem löfguð björk en innviðið algjör eyðimörk. Fallegt, takk fyrir þetta. En og talandi Kardashian fjölskyldan, þá nú meira slúður aðeins ég hef nú búin að heita því að ég ætla að reyna að minnka slúðrið þessa leiðinda fjölskyldu, en sko, Kim Kardashian og Kanye West eignuðust barn daginn og skýrðu það Northwest, sem sennilega eitt bara versta barnanafn sem ég heyrt á ævi minni. Þetta bara svo flugfélagi, Northwest. Það til flugfélag sem heitir þetta, sko. Já. Og þau voru að kaupa núna barnastól handa krakkarnir sem var nú ekki frá sig á færandi, nema hann kostaði 150.000 íslenska króna. Og flottu barnastól, en þau ekkert að spara þessa dagana. Þau voru líka að kaupa sér sko klósett úr gulli, og ég var fyrst núna að sjá þessa mynda af þessu klósetta. Það kostaði tæpa 9 milljónir króna. Hver gefur það? Kim Kardashian? Já, og Kanye West. Þau ekkert sko, það ekkert syndandi í vitinu, sko. Nei, það nefnilega hannig. Og þetta klósett ógeðslega ljótt. Ég að sjá það núna. Kaupa þetta á 9 milljónir. Þetta svona, þarna ertu með par sem að, eins og ég segi, syndir ekkert í vitinu og bara á allt og mikið af pening. Já. Veit ekkert hvað að gera við þetta. Já. Þannig þau eru að kaupa sér gullklósett. Já. Þetta bara eins og MC Hammer á sínum tíma. Hann líka fór aðeins og geist og gjaldróta í dag. Hann flög og nálægt sólinni. Já, MC maður, fantastisk. Og svo það vinnur okkar Sæ. En hann var að viðurkenna það að hann á við áfengisvandamál að stríða. Nei, eins og Sverrir Bergman. Já, og ég og við allir. Vodka besti vinur minn, segir hann. Og í raun mín hægri hendi. Ég drekka einni viski og tequila, skiptir raun ekki máli hvað það bara ef það áfengt, segir hann. Hann segist alltaf finna sér afsökun til að innbyrða áfengi. Ég drekka áfengi þegar ég glaður. Ég drekka áfengi þegar ég leiður. Hvort það rigning eða sól, nótt eða dagur. Söngvarinn hefur... Þetta bara eins og eitthvað ljóð. Já, hann allavega... Varst það þýðið þetta upp úr ensku? Já. Af því að þetta var rosalega vel gert, sko. Ég drekka áfengi þegar ég leiður. Já. Ég drekka áfengi þegar ég glaður. Já. Hvort það rigning. Já, hvort það rigning. Sól, nótt eða dagur. Já. Já. Það var rosalega fallegt. Þakkar. En hann ekkert að leiðinni meðferðarkallinn, hann segist skemmta sér vel með besta vinni sínum og... Þessi snild samt Gangnam Style. Ógeðslega fyndið og gott vídeo. Það reyndar orðið held ég þreyttasta vídeo á YouTube. Það ekki jafn þreytt á Harlem Shake. Nei, reyndar ekki. Djöðlar fyndið að henda í Harlem Shake núna. Eftir 9-5 blöð Harlem Shake, eitthvað svona. Ekki allir í þessu? Já. Við ætlum að gera það. Gera það. Já. Harlem Shake vídeo að koma frá eftir 9-5 blöð. Það samt alveg pottitt einhverstaðar einhver gaur að gera Harlem Shake myndan núna. Já. Ég bara eitthvað, þetta snild. Mér fannst alveg fyndið fyrst. Svo dóða svolítið. Og viku. Já, og svo það Jennifer Aniston, hún ekki búin að fresta brúðkaupinu sínu, en það víst eitthvað vesen á þessu brúðkaupi. Greið Jennifer Aniston. Ég hef alltaf verið í tím Aniston, en þetta einhvern veginn ekki að ganga alveg hjá henni. Hverjum hún að fara að giftast? Justin Theroux. Það veist að vera eitthvað töffara, þú voru voða ástfangin, en hún segir hérna í viðtali: ég er hætt að stressa mig á þessu, mér líður eins og við séum gift, hann besti vinur minn og mér líður alltaf vel í kringum hann, þannig að I already feel married, segir hún. En vinir hans, Justin Theroux, eitthvað stressaður að hann sé að fá cold feet. Hann segir I already feel single. Einhverja bakflanga. Þannig að ég ætla rétt að vona sem mikill Jennifer Aniston maður og vinnur að Justin Theroux sé ekki að fara að skýta á sig og giftist vinkun okkar, Jennifer Aniston. Var hún svona uppáhaldið þeirri Friends? Já. Var hún uppáhalds Friends? Nei, sko þetta tók í Friends, þetta fór í kippum hjá mér. Fyrst dyrkaði ég Chandler, eins og allir. Hann var ógeðslega fyndið fyrstu 4 seríunar. Svo var ég Joey maður. Og í lokin var ég Ross maður. Ross var hann langfyndastur í lokin. En ég var svona alltaf skotin í Jennifer Aniston. Alveg frá fyrstu seríu. Ég bara nokkuð sammálaður. Nei ekki. Höldum áfram með Cozy Mánudag. Er þið tilbúin? Það Macklemore. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago.
I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for 'em. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you sow in the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna... Show me the money! Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Rettur og Steffsson og Áski Trausti verða á Þjóðhátíð í Eyjum. Náður í mið á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið yndislegt. Vissu þið að með smálánum Kredja lánsupphæðin lögð beint inn á reikningi þinn leið og hefur sendt SMS í... Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Látt ekki bjóða þér hvað sem Sendu ábendingar verðhækkanir á vertuaverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar. Báran, stéttarfélag. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Lemon sorbet ís. Jójó. Ullarteppin frá Geysi halda á yður hita í útilegunni, Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og á Haukadal. Sjáumst á útihátíð í miðborg Reykjavíkur verslunarmannahelgina á Dillon í boði Thule léttöl. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Temdu apa hvað það gott. Þeir eru að hlusta hér á Kósi mánudag hjá okkur Bjössa í FM 95 Blö. Verðum þetta með ykkur til 6 í dag og það eru bara svona róleg og þægileg lög þennan mánudaginn. Við erum svolítið þannig. Já, þetta svolítið lognu undan storminu. Mánudagur fyrir Vestló og þá allir svona Kósi og hafa það gott. Svona að hlaða batteríin fyrir komandi átök. Já. En við vorum að ræða hérna áðan Bjössi Friends, hver var svona uppáhaldskarakterinn okkar og það mikið búið að vera fjall það núna í fjölmiðlum að hvort að Friends bíómyndin að koma út. Já. En nú var Lisa Kudrow, svo sem að leikur Phoebe, að skjóta það gjörsamlega niður og sagði að það hefði aldrei verið neinn pæling að gera fleiri þætti og svo sé engin pæling að gangi með bíómynd, það sé allavega ekki búið að ræða við leikarana sjálfa. Þannig að ég ætlaði að spyrja það núna, ef þú mætti velja hvaða þátt sem í heiminum, eða bara hvaða þætti sem í heiminum, sem að eru hættir, en þú mætti fá þá aftur. Það þið bara framleitt ein sería viðbútt. Pínu svona eins og Arrested Development voru að gera núna. Voru búin að vera í góðri pásu en komum nýja seríu núna, sem mér finnst þetta ekki alveg af góða fyrstu 3 ár. Nei, það allt í lagi en ekki af gott og þetta var, því miður. En hvaða þætti myndu þú vilja sjá aftur? Rosalega góð spurning. Hvað Má ég ekki segja íslenska þetta? Jó, bara hvað sem Má ég segja Fóstbræður? Já, myndu vilja eina seríu í viðbót af Fóstbræður? Ég væri mjög til að sjá eina seríu. Ég enda hjartalega sammála hérna og þá myndi ég líka vilja hafa Hilmisnæði, ég myndi vilja hafa sama leikarahóp og var í fyrstu seríunni. Já, ég líka. Plus Þorsteinn Guðmunds. Það voru náttúrulega Hilmisnæður og Benni og allir. Nákvæmlega. Þannig að það var mjög, ég enda sammála hérna. Það eru nokkri þættir sem ég væri til að sjá aftur. Já, hvað er með? Entourage. Já. Ég saknaði það. Ég var til að sjá meira af því. Ég var til að sjá meira af Seinfeld. Já, sko, en svo bara Seinfeld var það vel skrifað, það var alveg hægt að halda því áfram fersku, held ég. Ég sammála með Seinfeld. En svo bara, þú veist, einstundum Friends. Já. Mér fannst það orðið hræðilegt undir lokin, sko. En það, mér fannst alltaf, já, veist, þetta var... Því 3 serið, það voru bara rusl. Já, veist, ég ekki segja rusl, en það var ekki jafn gaman að horfa á það. Ég alveg sammála því. En
sko, Friends væri frekar neðarlega á mér ef ég ætti að velja þætti sem ætti að koma aftur, sko. En það af því að þeir endur svo illa. Ef þeir hefðu hætt bara eftir 7. seríu og þú væri bara... En ég setja alveg Friends stundum á, heima, í chili. Þeir eru í ástasorg og borða bönsa nammi og horfa Friends. Já, ógeðslega mikið ís. Já. Hérna, King of Queens þætti sem ég var til að koma aftur. Ég vil ekki heyra meira með King of Queens. Jú, nú ætla ég að segja reitt með vin minn Doug Heffernan og King of Queens. Ég veit þú ert að rakka á niður. Það er alveg sama hvaða grín-seríu tekur, Bjössi. Karakterarnir verða alltaf yktari og yktari og yktari. Serðu til dæmis Modern Family. Núna er ég að horfa á gömlu þættina. Ég er að horfa aftur frá byrjun. Fyrsta serían, stórkostleg. Allir ógeðslega eðlilegir og ef þú horfir á Modern Family núna, það er komið 5. sería, þá er til dæmis Gloria þarna frá Kólumbíu, hún er ekki byrjað að tala svo ógeðslega ykt og hún er orðin pínu heimskaltíðinu og hreimurinn orðin miklu yktarinn í 1. seríu. Þetta gerist í öllum grínþáttum, þetta gerist í Friends. Joey var ekkert heimskur í 1. seríunni, hann var bara einhver ítalsku töffari og allir voru eðlilegir, hann var orðin naut heimskur í 5. seríu og allir byrjar að íkja sjálfan sig, allir leikar öllum grínþáttum nema King of Queens. Það er því að hann er búin að vera lélugur frá 1. mínútu. Nei, ef þú horfir á 1. seríun af King of Queens og 9. þá er hann ennþá sami bara lovable Doug Heffernan, hann er æðislegur. Það er sama drastlið og það er óskiljanlegt að fólk hafa gaman að þessu. Hvernig er ekki hægt að fíla King of Queens? King of Queens er rusl. Hættu þessu. Við erum með mjög svipaðan smekk. Ég held að þú þurfum bara að gefa þessu annan séns. Þetta er ekki gott sjónvarpsefni. Nei, ok, veldu, þú ert búinn að segja fóstbræður en nú ættir að velja eitthvað frá útlöndum. Ég er sammálaður með Seinfeld. Já, var til að meira Seinfeld. Ég held ekki að það getur gert eitthvað gott, sko. Já. En svo veit ég ekki, þú veist, ég veit ekki, ég er orðlaus. Hvað? Orðlaus? Bara, ég er ekki með fleiri þætti. Ok, hjá mér er það allavega Andras, King of Queens og fóstbræður. Það eina sem ég hræðist er bara þegar Breaking Bad hættir. Ég veit ekkert hvað ég á að gera við mig. Þannig að ég vona að þeir hætti ekki. Það er náttúrulega síðasta sería núna. Ég veit það er svona eina sem ég hugsa um. Já, en ég er náttúrulega búinn að benda þar nokkra nýja seríur. House of Cards, geðvikir, Suits, geðvikir, það er fullt af skemmtilegur hlutum í. Það er bara Breaking Bad. Já, þú ert mikill aðdáandi þeirra. Höldum áfram með Cozy mánudag. Þetta er Cozy og gott. Íslandsvinnurinn Robbie Williams með Fíl. Það er ekkert mikill Íslandsvinnur. Við þurfum að finna fíblið sem kasta þessari flösku. Cozy mánudagur og þetta var Robbie Williams. En Auðun Blöndal, nú ert þú mikill áhugamæður fótbolta. Þú ert líka mjög harður þjóðernissinni, sumir hafa kallað það rasista, en þú veist, ég er ekki einn af þeim, en þú ert mikill svona, já, þú veist, Íslendingur. Já, það er reyndar ekki samt. Nei, en nú er mikið verið að ræða það að hann Aron Jóhannsson, knattspyrnumaður, hann hefur ákveðið að velja Bandaríkin. Já, hann ákveðið að spila fyrir Bandaríkin frekar en Ísland, fyrir íslenska landsliðið. Hann fæddist í Bandaríkinum og mátti því velja. Já, hvað finnst þér um þetta? Þetta er leiðilegt frá okkur Íslendinga, því að þessi strákar er virkilega góður í fótbolta og ég held hann eftir að fara á kostum mitt í Hollandi núna á þessu tímabili verður center nummer 1 hjá þeim að setja Alkmaar. Já. En ég samt alveg skilji samt alveg pínu ákvörðunan, sko. Já. Við eigum fullt af góðum framherjum, við erum náttúrulega með Alfred Finnboga, við erum með Kolbeinn Sigþórs og fleiri góða, en ég held þetta sé líka bara spennandi fyrir hann að fara á HM jafnvel og spila fyrir Klinsmann og eitthvað, sko. En hversu góður er hann? Hann er nefnilega að verða helviti góður, sko. Já. En það er synd að við skulum ekki fá hann í okkar landslið, en þetta er líka pínu skrítið að geta valið sér bara landslið, hann náttúrulega er Íslandingur. Já, bara í húð og hár, sko. Ekki lengur, hann er ekki velkomin eitthvað aftur. En þú ert ósáttur við hann, eða? Nei, ég vil bara að menn gera allt sem þeir vilja. Já, hann tók þessi ákvörðun ekkert í þingunni í morgun, sko. Hann er búin að... Hann gaf þetta yfirlýsingu og sagði þessi ákvörðun var tekin í þingunni. Ég held að hann sé búin að hugsa þetta vandlega, vel og vandlega. En ég er náttúrulega, veist, bjó 2 ár í Oklahoma, þannig að hann er náttúrulega bara fellow American fyrir mér, sko. Já, akkurat. Ég skil þetta vel. Já, ertu alveg búin að venjast í að vera hérna á Íslandi? Ég byrjar að muna orðin miklu betur. Já, en þú talar ennþá með reym. Já, smá eftir ég flutti. En hann náttúrulega, sko, það eru grjóthart fyrir hann að standa kannski bara í Brasilíu, bara með And the home of the brave, bara hlaupin á völlin. Ég held að það sé ekkert leiðilegt, sko. Nei. En það er samt eitthvað skrítið við það. Maður er svo stoltur svona, þess að það eru íslenska landsliðir að spila svona. Já, það er akkurat málið, sko. Þannig ég held að þetta verði alveg erfitt fyrir hann þó hann sé búinn að taka ákvörðun. Því að íslenska hjarta lítur nú að slá helviti fast í honum, sko. Hann lítur að spila alltaf í, sko, svona íslenskri treyju innan þetta.
Já, það verður mjög svalt alltaf hann að skora að sína íslenska fána. Ég ykkar. Já, I belong to Iceland. Men ég óska honum allsins besta. Já. Bara þannig. En hvað hefur þú valið í hans sporum? Kannski erfitt að segja. Já, maður getur ekki sagt svona fyrir en maður í aðstöðunni sjálfur. Nei, en ég sá voru margir fúlir á Twitter. Já. Á reitt sem ég þekki nú ágætlega, sem vil bara ekkert heyra meira af honum. Fyrir honum hann ekki leikur íslendingur, þannig ef hann að skora í Hollandi þá skiptir það einhver máli í íslenskum fjölmiðlum, bara svipaði svo Altitor sé að skora fyrir Söndiland, þá ekkert að fjallið það hérna. Þannig að hann var ekki sáttur, Rambóinn. En já, við hér í FM 9 með blöð óskum bara our fellow American allsins besta með bandaríska landsliðinu. Eru þeir öruggir á HM? Það náttúrulega enginn búinn að tryggja sér á HM með það. Ég held að þeir komist alltaf á HM, sko. Já, það máli. Það alltaf að spila. Og hann lítur að komast í liðið. Já. Hann hlýtur að hafa verið búinn að tala eitthvað aðeins við Jürgen Klinsmann því að en Klinsmann, þú getur ekki treyst Klinsmann, sko. Nei, reyndar. Erfitt að treysta þessu þjóðurum. Já. En já, gangi vel Aron, fáum hér næsta rólega og kósí lag. Þetta drottningin Beyoncé Knowles. Þetta ljúfur í dag. Já, þetta kósí mann. Það eitthvað þægilegt við þetta. Í fínu skapi, en þetta kósí. 957 og Pepsi Max. Þeir sem eru skráðir til leiks í áskorandaleik Orkunnar auka líkur sínar á því að komast í vítaspyrnukeppnina gegn David James með því að kaupa eldsneyti eða veitingar á einhverjum af okkar 67 orku- og sélstöðum land allt með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs í júlí og ágúst. Orkan. Vikutilboð alla daga vikunar milli 10 og 2. Ísbúðin Háaleiti, Garðabæ, Kringlunni og Smáralind. Þú getur séð allar upplýsingar á Facebook síðu okkar. Athugið, ullarsokkarnir frá Geysi koma nú í nýjum fallegum litum, Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Mýrarboltinn Verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara drullusvað. Múkisson, Jónas Sif, Sníglabandið, Retro Steffson og fleiri. Glæsileg tónlistadagskrá á Ísafirði alla Verslunarmannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolti.is. Drullaðu þér vestur. Thule léttöl kynnir. Úti átíð í miðborg Reykjavíkur á Dillon Verslunarmannahelgina. Framkoma, Botleðja, Brain Police, Leaves, Blasrocka og Crew, Dimma, Esja og Herbert Gummarsson ásamt mörgum öðrum. Stundum þarftu smá lán. Hjá Múla kostnaðurinn alltaf sýnilegur og þú getur endurgreitt lánið fyrr en samið var um. Múla.is. Peningar á mannamáli. Túborg kynnir. Innibúkinn 2013 á Factory Verslunarmannahelgina. Botleðja, Stílor, Geiri Sæm, Valdimar, Agent Fresco og margir fleiri. Miðasala á miði.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. He buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Já, ég ætla að vona hann kaupi handaði blóm og dansi við þig og kaupi handaði súkkulaði og ég veit ekki hvað ákvað. Bruno Mars með When I Was Your Man, grænjandi við það sem hann hefði átt að gera. Gerði það örugglega næst. Ég var að lesa það að hann væri byrjað að hitta einhverja píu. Vonandi gengur það hjá honum, en það hins vegar komið að sturlum staðreyndum hér í FM 95 Blö. Hvernig líst þér á það? B.B. King. Ég ætla bara að segja þér það, ég þarf að spenna sætisólarnar svo ég stökk ekki upp. Já, sko við, þó að sé kósí mánudagur hjá okkur í lögum, þá erum við ekkert eitthvað rólegir, sko. Við erum sturlaðir. Já, við erum sturlaðir. Það styttist hér í skemmtilegt símtal á Sverri Bergmann sem að, já, hann varð sér nú ekki til skammar á gólfmótur helgina, en hann fekk sér 2-3 bjóra á gólfmóti FM 957. Við komum í meðferð.
Nei, það er ljótt að ljúga svona. Ætti samt að íhuga það? Nei, alls ekki. Þú varst að gefa það í skil? Nei, hann er langt frá að vera blautastur af okkur vinnunum, en hann einhvern veginn var bara illa sofinn þarna og var ekki búinn að borða. Hann var leiðilegur? Nei, hann var náttúrulega mjög fyndinn og skemmtilegur, en maður sér ekkert svess á svona, sko. Hann er ekkert oft svona bara fullur, enda, hann ætlaði með okkur út að borða kvöldi, hann var sofnaður heima kl. 9, sko. Já, bara eins og úrlingur. Bara eins og úrlingur. Hann komin í dauðagáminn. Við ætlum eins og að fara fyrst í Sturla staðreyndir. Þetta símtal er hér á eftir og það er skemmtilega við það. Þetta er í fyrsta sinn sem ég ringi í eitthvað úr FM 95 blöð en úr gemsanum mínum. Því að það er búið að kenna með það. Við getum ringt núna úr gemsanum. En Sturla staðreyndir, hér kemur fyrst. Ertu tilbúinn, Bjössi? Já. Það er búið að klóna hvolp sem glóir í myrkri. Það er sturlað. Já. Hvað finnst þér klónun? Á mótinni. Á mótinni? Já. Hæ? Ég er á móti klónun. Ok. Varst það á SMS? Já. Frá hverjum? Pétri Jóhanni, hætti að spila þetta drasl. Já, lagið? Já. Með Bruno Mars? Já. Ég hata það líka. Já, ég var hætti það. Já, ég hef alltaf hatað þetta lag. Það er enda mjög flott lag að hætta næst. Algjört væl, sko. Svo kemur næsta. Þetta er allt í lagi og ég er góður eru algengustu lygar heims. Já. Þú veist bara að segja, þetta er allt í lagi. Þetta er allt í lagi. Og ég er góður. Það eru 2 algengustu lygar heims. Ég tek mjög oft ég er góður þegar ég er kannski ekkert rosalega góður. Þá ertu lítill liður. Nei, eða bara pirraður. Kannski ef að til dæmis... Kissipú. Já, ef að ég vill ekki, ef einhver spyrir hvað er þetta pirraður? Nei, ég er góður, sko. Þá er ég samt alveg pirraður. Já. Þannig að ég hef oft logið þessu. Eins og hérna, daginn þegar þú tapaðir fótbolta á móti mér. Þá varst svolítið pirraður. Þegar við vorum manni færri og þið þurftu, við fórum kortir í framleggingu til að þið geta unnið. Ertu að tala um það? Ég er að tala um þegar við unnum ykkur í fótbolta. Það er það sem ég er að tala um. Manni fleiri þig ekki? Jú, en ég vann þig samt. Þá varstu pirraður. Já, en sagðist þér að góður. Já, þá lögstu. Þetta er little white lie. Why did you lie to me? Svo er þetta, þegar þú ert hamingjusamur, þá hefur þú gaman af tónlist, en þú heyrir textan betur þegar þú ert leiður. Já. Það er svolítið til í þessum. Já. Þegar maður liggur upp í rúmi pirraður eða leiður og heyrur textan, en ef þú ert í góðu skapi þá er þetta bara flott lag. En hvað hlustar þú á þegar þú ert leiður? Ég veit það ekki, það er nú bara orðið ansið langt en ég var leiður. Já, en þú ert alltaf pirraður? Nei, pirraður þegar ég tapa. Þú hefur verið pirraður þegar ég tapaði fyrir þér. Ef ég er leiður, ég veit það ekki, er það ekki bara Adele eða eitthvað svona? Ég er enda samanlega, maður, sko, kannski er þetta eftir því sem maður eldist. Maður er búið lítið leiður. Og maður getur verið svona, alveg svona, pirraður. Eða svona ekkert kannski... Jú, ég veit svona ekta lag ef ég er leiður. Þá setjum ég á Fade to Black með Pearl Jam. Nei, hérna með Metallica segja. Það er bara að drepa þér eða? Það er ekki svo slæmt. Svo er það hérna Carly Rae Jepsen. Þú veist hérna, So Call Me Maybe. Hefur þú séð myndböndu með henn og svona og veist hvað þetta er? Ég sé þetta myndböndu. Já. Hún er eldri en Adele og Lady Gaga. Sturlu staðrind. Já. Hvað er hún gömul? Það kom mér nefnilega mjög óvart. Ég veit það ekki, en Sturlu staðrind og hún er eldri en þær báðar. Ég held hún væri nefnilega bara kornung, sko. Já, ég held það væri bara eitthvað 17 ára kveikindi, sko. Er hún þá bara, veitu? Þetta er fullorðin kona. Byrju, erum við þetta hérna? Þetta er komið hérna. Þú sé ekki 25 ára þá? Hún er fætt 85, hún er 27 ára. Já. Hún er bara komið annan fótinn í gröfuna. Já, hinn á banani þið. Já. Svo er það hérna næsta. Hunang er gubbið úr hunangsflugum. Nei. Jú. Er það? Dregur aðeins. Mér langar ekkert rosalega í hunang núna. Jú. Ég held að maður myndi hætta að borða hunang og maður myndi sjá þær vera að æla þessu. Hunangsflugu gubb. Já, þetta er sem sagt gubbið úr flugum og svo er, ég veit með þess aðra sturla staðrend hunang sem ég sagði hérna fyrir einhverjum mánuðum. Þú veist að hunang er eini maturinn í heiminn sem eyðilegt aldrei. Þú getur actually borðað bara 2000 ára gamalt hunang og það er alltaf leið með það. Það er sturlað. Veldi hvað þú ert komin með mikinn sturlaðan fróðleik. Já, svona óþarfa fróðleik. Já, akkurat. Svo er það hér næsta. Heimilislausir hundar í Moskvu eru búin að læra á Subway-kerfið og ferðast á milli staðar. Það rugglar það. Það er helviti vel gert maður. Já, en akkur þurfa þær að ferðast? Ég veit það ekki. Kannski hitta aðra hunda að vinni sína eða eitthvað. Ég bara þekki engan heimilislausan hund í Moskvu en ég get ekki sagt þér það því miður. Nei. En allavega, gaman. Ég þekki einn. Já, þú hefur að lítið í honum núna. Ég er lítið í honum. Svo er þetta tígristýr vinnur ljón í slag. Sturlu staðrind og þetta fannst mér mjög skemmtileg staðrind. Já, en þá spyr ég það einu. En ef að Liger myndi keppa í slagnum? Það hann myndi vinna allt því að Liger er risastór kvikindi. Er það? Já, það er þegar ljón og tígristir eignast afkvæmi. Já. Hann lítur að vera bestur. Já, hann er huge. Hann lítur að taka það besta frá ljóninu og besta frá tígristýrinu
En hefðurðu giska á að tígrisdýr myndi berja ljón? Eða vinna í slaga? Ég myndi halda að tígrisdýr væri nefnilega svo snöggur. Já, þetta kom mér óvart. Ég held að ljóni myndi hafa tígrisdýri. En ljón hann svo latur. Já, reyndar. Hann svo latur. Svo það eru 30 manneskjur í heiminum sem tala Klingon, sem er sem sagt geimveru tungumálið úr Star Trek þáttunum. Voðalega hafa þeir eitt tíma sínum vel. Mikið óbúrslega voni, ég hitti aldrei einn af þeim. Já. 30 manneskjur sem tala Klingon, hversu sorglegt, svona ángríns. Það er mikið saman. Já, pottið. Þetta er bara lið sem hangir saman og horfir á Star Trek og er í eitthvað svona tölvuleikjum og eitthvað sko, og tala Klingon tungumáli. Ég hef aldrei séð Star Trek. Ég hefndi skammast mín, ég hefndi tala Klingon. Hefurðu horft á þetta? Star Trek? Já. Nei. En Star Wars? Já, fíla þær. Fílaði fyrstu 3 ár. Já. Hína voru svona allir lægi. Síðustu 18 og þeir varst aðeins lemar. En það er náttúrulega komað nýtt Star Wars núna. Já. En þú talar ekki, þú ert ekki einn af þessum 30 sem tala Klingon eða? Ég get bjarga mér í Klingon. Er þetta svona? Já, þetta er eitthvað svona Star Trek, þetta er geimverumál. Já. Ég skil Klingon, ég get ekki talað. Þú veist að ég var að segja þegið. Já. Svo er það eru 3 ár eftir. Fólk opna sig mun meira í samtölum seint á kvöldin. Já, ég trú því. Já, ég er mikið til í þessu. Já. Ég man til þegar ég var úlingur og svona, þegar ég var a romantic little fella. Já, skrifa bréf og svona. Já, skrifa ástarbréf og eitthvað. Það var náttúrulega hálf vangiðin hérna á tímabili, en hérna þá var ég oft, sko, ef ég var skotin einhverja stelpu, þá var ég oft á kvöldin svona að hugsa hvað ég ætlaði að segja við hana daginn eftir. Þá, veist það var orðið seint á kvöldin, klukkan kannski 1, 2, 3, maður lág upp í rúmi og búinn að semja hana þvílíka díalóg, svo þú vaknaðir, þá varstu bara, hvað var ég eiginlega að spáa til nótt, glætan ég sé að fara að segja þetta við hana. Þannig að maður er einhvern veginn opnari og romantískar á kvöldin, sko. Þú varst svolítið eins og svona einhver krakki úr einhver svona úlingamynd. Já, ég horfði bara, ég elskaði Beverly Hills 90210. Já, ég varst fastur í einhver svona veruleika. Já, bara hálf tæpur held ég. Já. En þetta er, já, líka til dæmis eins og að við erum að semja stand-up og svona, þá finnst mér miklu þægilegra að gera á kvöldin. Það er einhvern veginn bara opnari eða eitthvað, ég veit ekki. Akkurat. Svo það eru 2 eftir. Já, þumallinn á þér er jafn langur og nefið á þér. Sko, passaði akkurat, líka á mér, sér þið. Það er minni miklu lengri? Nei, hann byrja náttúrulega hér, hérna byrja nefið á þér. Það er bara akkurat. Störlu staðrind. Ég sé það, neða. Það er mjög störlað. Já, það eru örugglega í umferðin núna að setja nefið á, puttan á nefið á sér, þumallinn og tekka. Svo er það síðasta störla staðreind dagsins og hún er Leonardo da Vinci var í meira en 15 ár að gera Mónu Lísu og taldi hann ekki tilbúna þegar hann lést 1519. Já. Þannig að þetta málverk var að gera hann truflaðan. Já, kannski er það þess sem þetta er svona frekt. Já, að líka, veist, hefur þú farið í The Louvre og séð þetta? Nei, hefur þú? Já. Þetta er, veist, jú, þetta er bara merkilegt að því að búið á svo mikið tala um þetta. Ef ég hefði teiknað Mónu Lísu þá var hún ekkert, jó, samt. Ég á ekki að vera að tjá mig list, það er okkur ljóst. En við óskum Leonardo da Vinci til hamingju með þetta. Til hamingju, Leo. Já, hver var svona þín uppáhalds staðreind í dagbjössi? Hvað varst ánægðastur með? Ég var ánægðastur með... Voru það ekki ágættar? Jú, það voru ágættar, sko. Hver var nummer 2? Það er allt í lagi, þetta er allt í lagi og ég er góður algengustu lígarnar. En nummer 3? Þú ert hamingjusamur, það eru gaman á tónlistinni en þú heyrir textan þegar þú ert leiður. Mér fannst þetta sko, Kalli Ray Jepsen, eldri en Adele og þeir. Já, hann var best. Já, og Hunangsflugurnar líka. Já, og náttúrulega þrjátti að tígristýr vinnur ljón í slag, ég veist það ekki. Já. En það er, við ætlum að halda áfram hér með Cozy mánudag og hér er lag sem er nú ekki oft spilað á FM 957 en já, er ríkalega flott. Þetta er Yellow Ledbetter og er með hljómsveitinni Pearl Jam. Þetta er mjög gott, sko. Þetta er Cozy. Þannig þekki ég þig. Já, það þekki ég sig ekki búið. Verslunarmannahelgin er framöndan og alls ekki ólíklegt að fólk sé í ferðahugleiðingum. FM 957 býður sem endranær upp á útilegubók sem er stútfullt af ýmsu góðgæti. Fylgstu með á FM 957 alla þessa viku og þú getur næstir í flott útilegubóks. Pakkin inniheldur kælibóks frá rúmfattalægurnum, 2 kippur af appelsín krílum, Doritos Snack, Pitmóla frá Nova Sirius, vegahandbókina til að vísa þér veginn, Duracell USB ferðarhæðslutæki fyrir síma og síðast en ekki síst, gjafakörfu frá Durex, svo enginn vaði hanskalaus í uppvaskinn. FM 957, gleðilega verslunarmannahelgi. Þú finnur allt sem tengist tölvum í verslunum okkar á Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði og Reykjavík. 6 verslanir, traustmerki, lægra verð og mikið úrval.
tölvulisti. 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Fartölvu hasar í Elko. Endalaust úrval af fartölvum á Elko verði. Öll þekktustu merkin, vaxtalaus láni alltaf 12 mánuði, frýr flutningur á næsta pósthús og 2 heppnir fá fartölvuna endurgreidda. Elko, einfallega lægra verð. Skráðu þig á netgyro.is. Netgyro. Einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Ertu á leiðin á þjóðhátíð og finnst þér leiðilegt að tjálta? Kíktu á rentatent.is. Þú fær allt sem þið vantar í útileguna í Rúmfattalagerinn. Rúmfattalagerinn aðeins ódýrari. Það hefur aldrei hljómað betur að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú færðu 3 mánuði fría að tónlist.is með áskrift að Stöð 2. Stærsta safn íslenskrar tónlistar, barnaefni og öll þín uppáhalds erlenda tónlist. Skráðu þig á tónlist.is og byrjaðu að hlusta. Stöð 2 og tónlist.is. Hljómar vel. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Auðun Blöndal og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag á þessum kósí mánudegi hjá okkur. Síðasti mánudag fyrir Vestló og þetta er svona lognið á undan storminum. Við talandi Vestlómahelgina þá verðum við einmitt í beinni útsendingu frá Vestmannum. 2 harðir og Steindi Junior með sérstakann svona þjóðhátíðar þátt núna á föstudaginn, þannig ekki missa af honum. En það er hins vegar komið núna að símtalið sem að var tekið upp fyrir í dag. Björsi, þú komst ekki á golfmót FM 957? Nei. Af hverju? Spilar ekki golf? Nei, ég er ekki góður. Kanntu ekkert í golfi? Jó, ég kann smá. En sko eins og ekki góður. En Gils og fleiri og Steindi Junior og fleiri sem er ekki með fórgjöf og kunni ekkert í golfi mættu og skemmtu sér konunglega, sko. Já, ég var reyndar aðeins, ég hafði öðrum hnöppum að hnöppa. Já, það gamla eitthvað. Fylgjast með einhverja leikjum. Ég þurfti að vera heima að gamla. Nei. Nei, þú ert náttúrulega ekkert í því. Ég er ekki svona fyrir fjárhættuspil. Sko. Nei, mitt. Hérna, já, en þú mistur þetta var hrikalega gaman og æðislegt veður. Og eins og svona golfmótum, þá er oft svona golfbít sem að keyrir með veitingar. Já. Og það var líka á þessu golfmóti, það var Egil Skull á svona verið að koma með mildu váseit kaldan og verið svona mýkri í sveiflinu og svona. Já, já. Og já, besti vinnu minn, Sverri Bergmann, hann fekk sér nokkra á mótinu og eins og ég kom nú inn á fyrir dag þá var þetta nú langt úr að vera blöytast í vinnu minn. En hann var eitthvað svona illa étinn og illa sofinn. Þannig að bjórinn rann beint í hausinn á hann. Eða fór beint í hausinn á hann og já, hann var sér ekkert skammar þannig sér, hann var ekkert ælandi þarna neitt sko, en hann var orðinn svona vel tipsy þegar að koma velunahafindingunni og var í aðeins meiri gýr en aðrir og svo ætluðum við út að borða kvöldi en hann komst ekki það því að hann var bara heima sofandi í rúminu. Það var alveg saman. Hellaður? Já, ekkert hellaður. Handónlítur? Það var alveg saman hvað við reyndum að draga hann og hann var nei, ég veika ekki. Þannig að kvöldi endaðist nema í honum, hann var full spenntur fyrir þessu kvöldi og ég hringdi í hann fyrir dag og var einmitt að ræða þetta við hann og þetta er í fyrsta sinn sem að ég hringi úr FM 95 Blö úr gemsanum mínum og núna getum við nýtt okkur það. Það er að ringja beint úr gemsanum. Við skulum bara heyra bara þegar ég heyra það eins í Svessa varðandi þetta golfmót. Svessi fulli. Já, halló. Svessi. Já. Sæti nöyti hérna. Þessu? Hvað segir kannski? Það fyrir spil. Nei ekki, hvað það gera? Ég er bara alveg inn í bútkamp. Já, ok. Hérna, ertu ekki bara aftur á hana, sagði? Jú, kannski bara. Nei, ég ætla bara að heyra hans í þér varðandi kvöldi, hvort ertu maður í bíó eða eitthvað svona, sagði? Já, hvað kíkja á? Ég veit það ekki, bara eitthvað, við getum fundið eitthvað sko. Já. Búin að jafna alveg til helgina? Já. Ekki? Jó, þetta var gaman. Já, þetta var fjölmaður. Hvernig skemmtur þér á laugardaginn í golfmótunni? Bara geðið sko, það var að geða þau. Já, ríkilega gott við maður. Þetta er líka bara. Þú varst líka komin í gírinn? Já, komin í. Þú varst í bara fínum gír? Já, en ekki hvað? En ekki hvað, hvað mennur þau? Hvað er það bylla? Þú varst í aðeins meiri gír heldur við hinnir?
Hvað meinarðu? Ég var heitur, hvað meinarðu? Hvernig spilaðirðu? Ég fór illa af staði, svo hitnaði ég, maður búinn að fá sér 2-3. Já, hendur í þig 2-3 með það? Já, ég fekk með 2-3. Hvað með að menn ekki fá sér 2-3 í góðu veðri? Já, sjálfsög, ég meina, það var verið að keyra þarna með bjór. Já, það er heldur gott. Hvað heldur þú að hendið mörgum? Allt og mörgum, svolítið. Hvað svo? Myndirðu fara svo langt að segja að það hefur orðið rúmlega tipsi að því sem mótið það? Maður var illa í etin og maður fór á stað. Já, ég skal viðurkenna höggin á síðustu 2 voru helvíti trikki. Hvernig, en við ætluðum út að borða mást á tapasbarinn, ég, þú, Steindi og fleiri. Hvað, ætla að taka þetta upp, eða hvað? Þú komst ekki með í það? Nei, ég var búinn. En samt áttu við borð klukkan 9? Já, ég meina móti byrjaði morgun, hvað? Já, en okkur komst ekki með okkur út að borða? Bara ég var þreyttur og voru mikið sól yfir daginn og... Alveg basically að það var bara að þú fórst að sofa klukkan 9? Já, það var bara ábyrgur ungu maður. Já, ég er drálega með þið, þetta var gaman. Hvað kjartaði í gangi? Ekki neitt, hvað má maður ekki spila við lengur? Þú ert ekki vanur að ringi mig og spyrja mig út eitthvað svona. Nei, hérna, hvað eitt í lokin? Er þetta þessi þættubyrjum með það? Þú er fáviti. Eitt þetta í lokin. Já. Þegar þú labbaðir inn í gólfskálan. Já. Eftir móti. Og varst búinn að fá þig 2-3 þarna. Já, í 2-6, kannski. Og eins og þú sagðir, þá varstu illa sofinn og illa étinn. Já. Hvað pantar þér að éta? Högst þér að borða það? Þú veit það mikil fáviti. Ég fannst þetta ekki tiltökum mál. Ég fekk mér súkkulaði og... 2 súkkulaði? 2 súkkulaði og 1 donut og svo fekk ég mér laxasamloku og svo pattaði mér 1 hamburger og ástætti allt á 2 mínútum. Ég hef aldrei séð svona, sko. Svo ég byrjar að éta franskapur og steik. Já, og slappa á, sko. Það byrjar að byrja að hætta þess að það eru 2 súkkulaði, donut, hamburger, tilbúið og laxasamloka. Þetta er ekki eðlilegt. En þú ert ferskur í dag, en það fórstu snemma að sofa. Já, flottur. Flottur dagun í dag. Herri, ég ætla hann samt, ég var ekki að grínast með bíó, ég ætla að heyra aftur ég ringi bara aftur. Já, þetta var Sverrir Bergmann tekið fyrir í dag, sko, þetta er náttúrulega eitt mesta átak sem ég veit um. Þetta ég vil láta hann. Já, en þetta við líka bara, við sprungum og hlátri, aðeins að láta hann vita, stóðum við bara hérna svona í hurðagettinni, sko, það var verið að gefa velun og hann satt bara þarna einn með borðið bara eins og hann væri að borða til að gleyma. Bara had the munchies. Já, þetta var magnað, enda svona, hann róaðist nú aðeins þegar hann var búinn að éta þarna svona 10.000 kalórir. En það var gott hljóður í dag. Já, hann er ferskur, Svess er alltaf ferskur í dag. Ferskur eftir góðan svefn, við erum í Cozy Mánudegi. Justin Timberlake er mjög cozy í þessu lagi þó svo að þetta sé ekki endilega cozy það sem að Jay-Z er að rappa. Við skulum setja þetta á besta lagi. Sem hefur verið að hlusta þáttinn eftir að við komum úr sumarfríi að þetta lag er í miklu uppáldið á mér, heitir Holy Grail og er með Jay-Z og Justin Timberlake. Það er eins og að komið núna að netmisnotkunni hér í FM 95 Blö, ekki satt, Björn Bragi. Jú, það er rétt rauður minn. Netmisnotkun. Undir þessum fallegu tónum, nei, það endaði. En sá sem við ætlum að taka fyrir í dag er ekki að verri endanum. Nei, hann er góðvinnu þáttarins. Já. Og hefur nú verið nokkur sinnum hérna hjá okkur á mánudögum, er það? Já, akkurat. Stundum hluti í skarðið fyrir þig. Já. Og heitir Nonni Tattoo. Já. Eða Jón Gunnar Geirdal. Eða Johnny Tats. Já, eða Nonni Plugg eins og hann oft kallaði líka. Já, Nonni Tattoo Plugg. Já, Nonni Tattoo Plugg. Ok, og já, sko, hann er nefnilega þannig, ég er núna með hérna Instagram hans opið og þú ert með Facebook hans opið. Já. Það sem að ef þú ert vinur hans á Instagram eða Facebook, já, þá er rosalega hættulegt ef að Nonni Tattoo er að fara í eitthvað ferðalag. Já. Sko, ég tek strax eftir einu að hérna, sko, hann er með hérna á Instagram, hann er með 761 post á Instagram.
Ég held ég hef aldrei séð svona hátt hlutfall. Jú, ég hef séð það á einum öðrum stað og það var hjá Maríu Birtu. Hún dælir líka svolítið að myndum hann inn. Já, ok. Jóngunar og þau eru bæði mjög dugleg. Já. Og ég að follow þau bæði. Já. Og ja, eins og ég segi, hann með 761 post sem rosalegt. Það líka eins og núna sko, ef hann fer í ferðalag, já. Þá fær maður nánast að fylgjast með þegar hann bara skiptir skó. Já. Og það fylgst með öllu og núna hann þú skoða líka myndin hann að setja á Instagram, Nonna Plug, hann orðið mjög romantískur. Já. Serðu, hann að setja inn svona myndir eins og hérna. Ég sé að það sko sólsetur eiginlega á öllum myndunum. Já, sólsetur og on the road, romance, road trip. Já. Og sko hann var líka daginn, þá var hann í London á Wireless hátíðinni. Já. Og þá sérðu hérna, þetta svona 20 myndir. Já, þetta rosalegt magn á myndum. Já, og hann virkar mjög ástfanginn, Nonni Plug. En hvaða túlkun leggur í þetta? Hvaða túlkun sérðu hérna? Standaði saman og hann svona faðmann en við fáum samt að sjá fjörðinn. Þetta rosa mætt á rauðasamt. Já. Það svona sé að búa bara til kalandi með kærustinni. Það fallegt. Já, þetta voða krútlegt. Ég veit ekki, hvað les ég þetta? Getur verið að þú sett bitur af því að enginn elskar þig? Alls ekki. Þetta bara netmisnálkun. Nonni góði vinur minn. Já, ég bara spyr. Já, lest þú það í þetta? Nei, ég var bara rétt að stríða þér. En þú ert ekki afduglegur að setja myndir af þér og kærustinni þinni? Er ekki ástangin eða? Jú, ég held Það segir hendaði smá flip, hann Shrek og hún Móna, eða hvað sem hún heitir hann? Fíona. Já. Þetta flip á húsæk, mjög gott. Ég svona að nota Instagram svolítið sparlega, sko. Ég ekki að setja sérstaklega mikið þannig, sko. En hvað er að fyrir á Facebookinu? Herru, nú erum við, Auðun að hlaupa hérna hringi kringum stúdíóið. En á Facebookinu? Sko, á Facebookinu erum við með, Hann náttúrulega, sko, marga myndinar fara af Instagram inn á Facebooki líka og Twitter. Já. Hann tekur gamla góða trikki og setur það. Þetta svolítið svona myndasýning síðustu dagar, sko. Já. Og sko, það eru hashtag líka, sko, hjá honum. Já. Er þetta hashtag, sko, þú veist, þetta sem hann setur inn á Instagram, inn á Facebook beint eða ekki? Jú, frá Instagraminu. Nei, af því að hérna stendur sko bara eitthvað, þú veist, þetta er ekkert mert Instagram, það stendur bara Júladisco check og svo hashtag roadtrip prav4. Já, hann kallaði roadtripið það. Prav4. Já, ég sá það á hennu myndunum líka. Já, ok. Þannig að basically er bara sama á Facebookinu og er að gerast á Instagram hjá hann með það. Já, en ef ég smelli á, já, ok, þetta svona. Er Facebook búið að taka upp hashtag? Facebook? Já, það er komið núna. Það var að detta inn. Já, ok. Ég held að Vala Grant það náði í gegn. Já, ég held að hún hafi startað það þegar við vorum eitthvað að gagnrýna það þá. Já, þá var það endur ekki komið. En það er komið hashtag á Facebook núna. Já. Svona eins og er á Twitter og getur fara að leita og voða þægilegt. Já, nákvæmlega. En við óskum, Nonna Plug allsins besta. Nonni Tata Plug. Já, vonandi að fá fleiri myndir frá honum. Hann er ekkert feimið við að dæla þeim inn. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð áður við höldum áfram hér með Cozy mánudag. Verslunarmannahelgin er framundan og alls ekki ólíklegt að fólk sé í ferðahugleiðingum. FM 957 býður sem endranær upp á útilegubók sem er stútfullt af ýmsu góðgæti. Fylgstu með á FM 957 alla þessa viku og þú getur næstir í flott útilegubóks. Pakkinn inniheldur kælibóks frá Rúmfattalægurnum, 2 kippur af appelsín krílum, Doritos Snack, Pitmóla frá Nova Sirius, vegahandbókina til að vísa þér veginn, Duracell USB ferðarhæðslutæki fyrir síma og síðast en ekki síst, gjafakörfu frá Durex, svo enginn vaði hanskalaus í uppvaskinn. FM 957, gleðilega verslunarmannahelgi. Vissu þið að með smá lánum Kredja er lánsupphæðin lögð beint inn á reikningi þinn leið og hefur sendt SMS í... Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Stundum þarftu smá lán strax. Þá þarftu smá ást. Múla býður upp á skammtímalán. Múla.is. Peningar á mannamáli. Útsala í Elko. Komdu og gerðu frábær kaup á útsölunni í Elko. Elko, einfallega lægra verð. Hefurðu kynnt þér 1590 króna tilboð Dominos? Þú sækir stóra pítsu með 2 álagstegundum af eigin vali fyrir 1590 krónur. Pantaðu pítsuna með appi á dominos.is eða síma 58-12345. Dominos. Ætlar í alvörunni að drekka sama orkudrykk og mamma þinn og pappi? Mad Krokk, það sem þú þarft. Útsalan er í fullum gangi. IKEA.
1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Nú fréttablaðið komið í spjaldtölvuna og snjallsímann þinn. Appið aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store, Google Play og Windows Store. Fréttablaðið, app sem þú þarft. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistastöðin FM 957. Mánudegi. En ég ætla að spyrja þig, Bjössi. Það hafa verið lengra haldið. Hver er svona þinn uppáhalds tölvuleikur fyrir upphæði? Þetta er góð spurning. Var einhver svona, þegar þú varst krakki, var einhver tölvuleikur sem þú varst rosalega mikið í? Já, náttúrulega sko fyrst var ég í Nintendo-tölunni. Já, saman ég. Super Mario Bros. Já. Það var allir í honum. Já, það hafði ekki allir klárað hann. 1, 2 og 3 sko. Það voru súkur í þetta. Og svona einhverja fleiri leiki. Já. Svo kom sko, svo var ég rosalega mikið í Football Manager eða Championship Manager. Já, þú átt svo mæsk og ég bara. Já. Og svo kom FIFA eftir það. Já, þú ert mikið í FIFA. Ég er nefnilega ekki nógu mikið í FIFA. Ég hins vegar tók NBA Jam förstum tökum, mér finnst það mjög skemmtilegur. Ég elska FIFA. Já, það er rosalega gaman að 2 og 2 í FIFA. Já. En þú myndir ekki kalla það svona tölvuleikja fíkil, eða það? Nei, alls ekki. Ég er nefnilega sko, það er alltaf eiginlega bara svona einn leikur sem ég spila eitthvað. Þú veist, eins og núna, þú veist, maður svona tekur stundum í FIFA með strákunum eitthvað, kannski er menn að fá sér eitt kaldan eða eitthvað svona sko. Já, næsta því sem hefur komist fíkn hjá mér í þessu er Championship Manager, alveg staðfest. Já. Ég gæti orðið geðbilaður. Já, líka sérstaklega svona aðeins á menntaskóla árunum þegar maður kannski hafði ekkert of mikið að gera sko. Þá gæti maður svona alveg bara setið þitt í marga klukkutíma sko. Já. Kannski hefur ekki alveg tími í það í dag. Nei, sammála því. En ástæðan fyrir ég spyr er að ein stærsta game orusta sögunar fór fram í gær. Nei, og ég misti af henni. Já, og það í 5 klukkustundur í gær börðust 4.000 spilarar í EVE Online tölvuleiknum í sögulegri orustu sem 2 stærstu bandalögin í leiknum tókust á. Já. Og sko Erlendur Þorsteinsson sem er einn af hönnuðum leiksins staðfest á Twitter, þetta væri stærsta orustan í leiknum til þessa. Já. Og þegar að mest það hefði verið 4.070 gameskip. Hvað er þið að gera, Illa? Þú veist, 4.000 manns og hvað er þið bara svona allir að skjóta hvern annan eitthvað? Já sko, það var hægt á tímanum í leiknum, þannig að hann var aðeins á 10% hraða miðað við rauntíma til að netþjónar réðu bara við álægð. Já. Og sko þegar orustan að staði 2 klukkustundir var vendipunktur hennar þegar CFC sendi stóran hópa móðurskipum sem eru þau öflust í leiknum inn á orustusvæði. Við komum þeirra, reyndu margir liðsmenn Test Alliance að flýja. Þegar yfirlaug... Hvað er það margir sem slökk útvarpinu á meðan það flytur sér frétt? Yfirlaug að annað 1000 gameskip verið eyðileg. Eyðileggingin þeirra hefur áhrif í raunheimi þar sem hægt er að kaupa gjaldmiði leiksins fyrir alvöru peninga og það kostar peningasmiða gameskip. Þetta er ok. Þannig að það var eitthvað svaðvorst þegar sko fólk er að lifa sig vel inn í þennan leik í online. Já. Og það var eitthvað sem að tapaði gameskip daginn sem kostaði 1 milljón. Það var hann búin að, hann hafði getað selt það á 1.000.000 krónur. Hvernig tapaði hann í? Örugglega einhver er orustu eða eitthvað, ég veit það ekki, ég er ekki svo. Hvernig fólk er að spila þetta? Það er alveg eðlilegt fólk í þessu, þú veist, Sverrir Bergman var í World of Warcraft og... Þú sér hvað hann er í dag. Fullur á golfmóndum. Þannig að þetta er ekkert bara fólk sem er heima á þessara mikið flöskur og skíti í pítsukassa, sko. Hvaða fólk er það? Það er alveg til eðlilegir spilarar, sko, sem hafa bara gaman að tölvuleikjum. Já, ok. En ég fengi það staðfest að það eru menn í því. Það eru menn sem að, haldi ekki saur í þessum leikjum og hafi ekki tíma í að fara á klósetti. Þannig að þeir hvorki þrífa sig ég skít og miga eins og við hefum. Ógeð er þetta, maður. Já, þú veist, skítandi pítsukassa, það er bara ógeðslegt. Hver var að tala um það? Ég hef heyrt þetta frá Óla sem hafa með Game Team með Sverrir. Það eru spilarar sem eru bara í þessu. Hafa ekki tíma og bara tíma ekki að fara á klósetti. Þá ertu orðin helviti húgt. Já, það er rétt að það er. Ég hef aldrei verið það húgt á tölvuleik að ég bara hafi ekki tími að fara og þrífa mér og míga. Nei, þú er svona skitið í pítsukassa. Já, auðvitað, bara eins og allir aðrir sem eru í þessum leikjum. Ég reyndar gleymi einu leik sem að ég var ekkert endilega húgt á hann, menn ég hafði hrikalega á hann. Ég var Donkey Kong maður líka. Já, það er mjög skemmtilegt. Þannig að það var alast upp á 1960.
og segðu okkur ekki spila í Donkey Kong í svartkvíti sjónvarpinu mínu. Ég hafði mjög gaman núna. En þú hefur prófað einhvern svona leik? World of Warcraft eða EVE Online eða? Nei, og ekki einu sinni sko eins og Steindi alltaf að spila einhverja... Hann alltaf í COD eitthvað, Call of Duty. Já, akkurat. Þá var hann líka, sko eina sem mitt heillandi við það, þá var hann að spila bara við eitthvað út í heim. Já. Og hann líka við einhverja bara gutta hérna á Íslandi. Já, þannig að þú veist meina hann sé kynnast nýju fólki í gegnum leikinn. Já, hann kynntist einhverjum 11 ára strák daginn í þessum Call of Duty leik og hitt hann svo setni í bænum. Nei. Ég veist, ekkert á djamminu, bara í bænum eitthvað. Þá var hann nýbúinn að drepa hann. Já. Mér finnst það voða steikt eitthvað. Já. Það var að spila tölvuleiki með eitthvað sem hún þekkir ekkert. Svo þetta skrítin heimur. Já. Hann það, þessi tölvuheimur. En ef það voru einhver Íslendingar sem tóku þátt í stærsta bardaga sögunar, eða stærstu orustu sögunar í EVE Online í gærkvöldi, þá vonið ykkur hafi gengið sem allra best. Já, ég vonaði líka. Já, við skulum hins og að fá áfram Ísland. Olli Mörs. Ég með Olli Mörs í FM 95 Blö. Og Bjössi, ég ætla að spyrja núna út í þættina sem þú ert að byrja með á Stöð 2. Já. Svona nýta tækifæri, fyrst þú ert nú hérna með mér á mánudum. Nákvæmlega. Ég sé þá auglýsta, bara grín. Já. Búið að taka þetta allt upp? Nei, við erum svona, komnir langleiðina með það. Komnir langleiðina? Að taka þetta upp. Og þættirnir eru fjalla bara grín, eins og nafni gefur til kynna. Já. Við erum sérst að... Þetta grín þetta sem að samt bara vera á Stöð 2, eða ekki? Jú, við erum að taka fyrir, eða svona gera upp svona bestu gamanþætti eða nokkra af bestu gamanþáttum sem að sýndir hafa verið á Stöð 2. Já. Og þeir eru 5 talsins sem við ætlum að taka fyrir núna, í allavega fyrsta holli. Hvenær byrjar það? Og þetta byrjar 9. ágúst. 9. ágúst, ok. Föstudaginn 9. ágúst, þannig að það er hvað, eftir 2 vikur, ekki? Já, var að minna maður þar að kemur og getið nú plakaði betur. Já, nákvæmlega. Og hvað er þetta búið gaman? Þetta er búið að vera mjög gaman. Þetta eru þættir sem við taka fyrir, eru 70 mínútur, þú varst nú í því. Já. Og það eru vaktirnar, nætuvaktin og það. Já. Stelpurnar, fóstbræður og gleyma Steindi Junior. Steindin. Já. Ég er alltaf þeirri þilis að 5 þætti, það er alltaf einn, eða svona mismunandi hverjum ég gleymi. Já, ok. Steindin okkar. En allavega þannig að við erum sérst að tala við svona þá sem að léku í þáttunum og leikstýrðu og svona stóða að þessu og bara svona kanna hvernig það var til og skoða eftirminnilust atriði og reyna svona líka að hafa þetta meir en bara svona klippsjó, sko, ekki bara sína bestu atriðin, heldur svona að fá einhverja svona bitastæðar sögur og svona fá að vita einhverja... Svona behind the scenes? Já, svona vita eitthvað hérna, svona slúður úr til dæmis fóstbræðurum og svona hvernig einhverjir sketsar eru til og einhverjir sem áttu ekki að vera en urðu síðan á endanum og svo framvegis og hérna, og bara svona hvernig samstarfi gekk og þetta er búið að vera mjög áhugavert. Takk þessi viðtöl og líka svona, þú veist, maður alltaf fíla allt þetta efni rosa vel, sko, og hérna... Gaman að heyra hvernig þetta var allt til og svona. Algjörlega, sko. Já. Ég meina, ég bara eins og bara til dæmis fóstbræður, maður horfði náttúrulega á þetta bara, sko, dagurlega í, þú veist, 3 árið eitthvað, sko. Já, ég var alveg þvílíkur aðdáandi. Já, kunnit utan að, þannig að, þú veist, að svona taka viðtöl við þau svona hvernig það var til og svona, það var mjög skemmtilegt og áhugavert, sko. Ég held að þetta verið skemmtilegt þetta. Hittur þú borgarstjóran? Já, eftir að hitta borgarstjóran. Hann er náttúrulega með svo þétta dagskrá. Það er svolítið erfitt að hitta hann kannski. Já, en við... En tekur þú viðtal við hann bæði þá fyrir fóstbræður og fyrir vaktirnar, eða? Já. Já. Gerðu það kannski með Pétur Jóhann líka með 70 mínútur og vaktirnar? Nei, hann verður bara í vöktunum. Ok. En Jón Gunnar náttúrulega er svo stórt hlutverk bæði í fóstbræðurum og vöktunum, þannig að... Ekki hægt að sleppa þeim. Nei, hann verður í báði, en annars erum við að... Þetta er náttúrulega, að því að við erum á Íslandi, það eru svona margir sem að koma að fleiri en einum þætti, sko, en við erum svona að reyna að hafa bara hvern í einum, sko. Ég held að Jón Gunnar sé uppáhalds Íslandingunum minn. Já, það. Það hefur alveg hreinskilin, já. Mér finnst hann svo viðbjóðslega fyndinn. Já, hann er mjög fyndinn. Mjög skemmtilegur. Hver er uppáhalds Íslandingurinn þinn? Þú. Æ, takk Björsi, ég vissi myndi segja þess að spurði ég þig. Nei, það er mamma. Mamma er uppáhalds Íslandingurinn. Nei, þú sagði Jón Gunnar, þú getur ekki breytt. Hættu þessu, Björn. Þú sagðir Jón Gunnar. Auðvitað er það mamma. Nei, þú getur ekki breytt núna þegar ég segi. Það var alltaf verið mamma. Nei, mamma, ég elska þig. Jón Gunnar, ég elska þig. 957 og Pepsi Max. Show me the money! Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál. Apótekið býður þér 20% afslátt af Nicotinell Fruit út júlí. Apótekið. Einfalt og ódýrt. NetGiro. Ný greiðsluleið á netinu. Skráðu þig á netgiro.is. NetGiro. Einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu.
Rúmpokar, svepppokar, tjöld og vindsængur. Allt á einum stað. Rúmfatalagurinn aðeins ódýrari. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Það réttir að hlusta hér á FM 95 Blö. Kósi mánudagur hjá okkur Bjössan. Við erum að spila svona, lög sem í rólegri kantinum og erum bara ansi ljúfir og þægilegir hérna þennan mánudaginn, 29. júli. Klukkan 20 mínútur í 6 og við verðum hér í 20 mínútur í viðbóti. Ég ætla að spyrja þig, Bjössi. Já. Hver leiðilegasta bíómynd sem við séð? Wow. Koma margar í hugan eða? Því ég lá upp í sófa í gær og horfa svo ógeðslega leiðilega mynd. Ég hugsaði bara, svei mig þá, þetta bara með leiðilegri myndu sem ég séð. Hver segirðu? Hérna, Weekend at Bernie's 2 var í sjónvarpinu í gær. Af hverju varstu að horfa á hana? Ég veit það ekki. Ég skil ekki af hverju ég hætti ekki að horfa á hana. Því líka viðbjöður. Fjallaðan þá, sko, Weekend at Bernie's 1, ég man ekki eins og eftir henni, en hún var held ég alveg ágætlega vinsæl, svo mynd. Og svo þeir aftur með eitthvað líka á ferðalagi og þetta var svo vond. Ég var allan tíman að hugsa bara, oi, hvað þetta leiðileg mynd, maður. Fyrsta myndi sem kemur upp í hugan Good Burger. Já, Welcome to Good Burger með að tekja orður hérna. Það var samt fullt að liði sem dýrkaði þá mynd. Já, ég veit það, ég frétta það eftir á, sko. Hún svona köld mynd hjá mörgum, sko. Já, mér fannst hún viðbjóð líka. Já, mér finnst hún hræðileg, sko. Hún var alltaf svona standardinn fyrir verstu mynd, sko. Já, It's Pat. Já. Sástu hana? Nei, Hún skilvuleg mér. Já, Sagan um Nilla. Sagan um Nilla. Það Sagan um Nilla? Hérna, svo sko... Jack and Jill. Já, ég náttúrulega, Adam Sandler. Ég hef ekkert farið niður þennan road. Nei, þú vilt bara, þú ert með smá standard þegar það kemur að bíómyndum. Sko, þú veist, bara svona á mínum efri árum. Þessar, Adam Sandler myndir, sko, þessi Grown-Ups mynd. Ef þú sé trailerin fyrir, þú veist, seinni Grown-Ups mynd. Ég búinn að sjá Grown-Ups 2. Já, þú ert búinn að sjá hana. Já, og hún allt í lagi. Sko, málið Grown-Ups 2, það eru atriði í henni sem eru mjög fyndin. Já. Og við fórum mánudaginn. Og hún allt í lagi, bara fínasta mynd, þannig séð. En það sem að bugga mig svo við það þegar ég að horfa á hana að með þennan hóp af leikurum, Kevin James, sko, Chris Rock og Spade og alla, það var hægt að gera svo ógeðslega fyndna grínmynd ef hún væri bara, fjallað Grown-Ups en væri bara grófari. En Adam Sandler bara dottinn í einhvern svona fjölskyldu grínpakka og það koma svo væmin og ógeðslega atrið þarna inn á milli að mér langaði helst bara að skríða út úr salnum eða bara fara inn í mig. Já, einmitt. En svo í byrjun myndan eitthvað hreindýr að míga framan í hann og hreindýr stendur bara á 2 löpum og er að pissa í andlitið á hann. Þú veist hvað svo ömulegt atrið. Þetta mjög ömulegt. Já, bara inn í húsi. En þú ættir eiginlega skammast þín að hafa farið á þessu mynd. Nei, hún eins og ég segi, það eru góð atrið hann og hún allt í lagi. Grown-Ups 2. Ég trúi því ekki. Jú, alveg satt. Lofa. En svo sko leiðilegasta mynd sem ég séð. Hún kannski, mun ekkert margir eftir en hún bara sko, það mynd frá 2006 sem var með svo geggjuðu leikarlið, þú veist, Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro og einhverju fleiri sko. Hún heitir Good Shepherd. Já, ok. Það leiðilegasta mynd sem ég séð og ég labbaði út. Það einu skil sem ég labbaði út á mynd. Það eru bara labbað einu sinni út í bíó? Já, 2 svar. Hinn var samt ekkert svo leiðileg, ég var bara svo þreyttur. Hvað myndi það? Það var þarna The A-Team. Já, mér fannst hún ekkert svona leiðileg sko, ég var bara að sopna, skilur, þannig ég verða að fara út. Það ógeðslega óþægilegt að vera í bíó, vera svona hálf þreyttur og ert að sopna og myndin ekkert spes. Mér líka ógeðslega leiðilegt að vera í bíó og kemur eitthvað geggjaður trailer eða svona good previews og ég hugsa með mér, okkur ég ekki að fara á þessa mynd núna. Og ég spenntar fyrir henni heldur myndinni sem ég að fara á. Já, en þá hún kannski komin. Hvað svona besta mynd sem þú séð upp á síðkasti? Þetta mín sem Django, djúðlandsmjöngu. Fyrsta myndi sem kemur upp í hann í Jaktin. Jaktin, reyndar, geggjumynd líka. Vel gert. En herri, svo reyndar sko fannst mér This is the End ógeðslega fyndin. Fyrstu 25 mínúturnar í This is the End með þeim hérna félögum það besta sem ég hef séð núna í nokkur ár. Ég hló svo mikið að Michael Cera hann að leika sjálfan sig út úr hann og eitthvað. Ég grenjaði á hlátri. Mér aðst líka sko hérna að ég var ekkert að búast vinninu og svo var hún eitthvað svo, þú veist, ég veit ekki. Ég hló mikið hún verður svolítið mikið kjafta en samt mjög góð en hefði mátt vera aðeins lengri svona eins og hún var bara í byrjun þegar allir voru að leika sjálfan sig í hann og eitthvað í partíi og ég hefði mjög gaman að því og hefði mjög gaman að myndinni.
að gera að tjekka henni, þeir eru ekki búin að sjá hana. Höldum áfram á Cozy nótum. Ég er ekki frá því að fyrir utan Sjómle, þannig að þetta sé besta lagi hans fyrir ykkar. Á að vera ein og öllu slíku, því finnst mér þú ekki vera. Finnst mér alveg ofboðslega flott lag hjá Frikka Dór, Leiðarlok heitir það. Flottu texti og já, bara eins og ég sagði, flott lag. Ekki nota fíknefni. Nei, nákvæmlega. Fjallar þetta það? Nei, ekki. Já, kemur ekkert óvart. Hljóma þannig. Já, með maður svona fyrir að rýna í textan. Já. En fyrst þú varst að hlusta á textan því þá sér leiður samkvæmt störtluðu starfundum. Svolítið. Já, svolítið. Leiður. Og ganga illa í veðmálunum. En við eigum bara þess eftir að fara í lagið á leiðinni heim hér við strákarnir og það er að sjálfsögðu á róluðu nótunum eins og öll lögin hjá okkur í dag í þessum Cozy mánuði. Hvernig er kvöldið hjá þig, Bjössi? Hvað á að gera í kvöld? Herðu, ég held að vera bara cozy og rólegt. Bara heima chilla eða? Heima kúra bara. Já. En þú? Ég er að fara í fótbolta, síðast aðeins fyrir leikur í okkar á morgun. Takk fyrir að bjóða mér. Þú ert ekki í liðinu, kallið minn. Nú er maður komin í deildabolta aftur. Hvað þarf ég að gera til að komast í lið? Hvað þarf ég að gera til að komast í lið? Fara aftur í tíman og æfðu þig betur. Takk fyrir það. Nei, þú verður fint að það. Nei. Jú, ég var alltaf leið. Þú ert ágættur í fótbolta. Ég er að koma í aðeins betur form. Já. Aðeins mér snerpu. Þú ætlar ekki í marathónu aftur eða? Nei. Nei, bara Pétur Jóhann sem hann hleypur núna fyrir FM 95 blöð. Tekur þetta fyrir okkur. Já. Og hver fyrir næst? Það er góð spurning. Vonandi Hjöppi. Já. Ég hefði mjög gaman að segja Hjöppi að fara í marathón. Já. Heldur hann geti klárað það? Já, ég held ekki. Þrjóskur, sko. Já, hann er þrjóskur, sko. Já. Ég er endar með þess að trúa á að Pétur klári sitt. Hann var að hlaupa 10 km/h. Sendið mér SMS. Já. Hann er að æfa sig á fullu, sko. Já, ég meni, verstafalli er hann að detta hann inn í markið þegar það er verið að taka allt saman og allir ferskir, sko. Já, hann þarf að klára þetta, hvað er hálfmarathon eða ekki? Hann þarf að klára þetta á einhverjum 4 tímum eða 3-4 tímum til þess að vera, sko, til þess að taka í tíman á honum, sko. Þú hljóst heilt marathon eða ekki? Jú. Það finnst mér þetta alveg magna. Ég hljóp 10 km og ég var alveg búinn eftir það, sko. Já, þú ert nú samt í fínu formi, sko. Já. En þú ert kannski náttúrulega því að þú ert, sko, afmyndaður af vöðvum, svo rosalega massaður. Þannig að það er kannski eðlilegt að þú getur ekki hlaupið lengi þó þú getur örugglega dregið bíl svolítið langt. Afmyndaður af vöðvum? Já, einmitt. Hérna það er svo leðurblaka og með svo mikla baku það. Já. Það er komið að lokum hér hjá vöðvadröllinu og spilaðinu. Það er komið að leiðarlokum? Það er komið að leiðarlokum, það er rétt. Herðu, alveg svo þeir eru 2 harðir á föstugum. Erum við, hvað það eru, vöðvatröllið og spilafíkilinu? Já, eða einn blautur og einn gambler. Já. Hér í FM 9, sko, þú ert orðin meiri gambler en ég. Það finnst mér mjög skemmtilegt og ég er nefnilega eiginlega vaksin upp úr þessu. Ekki lát, ég er ekkert að gambla, sko. Þú ert náttúrulega ungur og vitlaus, þú munt læra. Ég voða lítið að gambla, sko. Þú ert eftir að labba á vegginn. Er það? Já, við lendum allir í þessu. Það gengur ekki alltaf vel, Bjössi. Nei. Það er komið að lokum, takk aðeins fyrir hlustunna í dag. Þetta er búið að vera cozy og þægilegt. Við verðum mættir hér á morgun, ég og Sveppi í Fanta Feeling. Við erum eins og það er eftir 1 lag og ég er ekki frá því að það sé besta lagið í dag. Reyndar Holy Grail var að spila á hann. Holy Grail! Það er upp á hlægið mitt en þetta er svona með betri lögum. Ég held að sjálfur við að hæfi að enda cozy mánudag á þessu. Já, þetta er vallið. Heimast á morgun. Takk fyrir hlustunna. Í gulltappaleik Pepsi og Pepsi Max safnaði 6 gulltöppum. Draumavelunin eru ofurþund 55 tómur Samsung Smart 3D sjónvarp og 7 tómur spjaldtöla frá Samsung sveitrinu. Yfir 1000 aðri vinningar í boði. Gulltappaleikur Pepsi og Pepsi Max. Síðustu dagar útsölunar. Enn meiri lækkun. 50-70% afsláttur. Hagkaup. Einferð, betra verð. NetGiro. Ný greiðsluleið á netinu. Skráðu þig á netgiro.is. NetGiro. Einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Notaðu orkuna og hlauptu på Esju. Euroshopper. Alvöru orkudrykkur. Ferskur, svalandi og bragðgóður orkudrykkur. Mad Krokk, það sem þú þarft. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957, FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu, Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Lagið heitir Forever Now á FM 957. FM 95 blöð búið í dag. Komið tíma á mig, ég heiti Ingvi Eysteinsson og þú ætlum að vera saman alveg til klukkan 9 í kvöld.